Guðbjörg sigurinn í undanúrslitunum. Það var skrítin leikur framan af en þið kláruðu í 4. Hvað gerðist þar? Bara þá fórum við að spila okkar leik og við vorum svolítið stressaðar í byrjun og spenntar á taugum eitthvað en bara héldum það út og náðum að stoppa þær vel í vörninni. Kaflaskipt, fyrstu 3 leiklutanir, hvað var það? Var þetta spennustíð eða eitthvað annað? Já, ég held það. Bara mér fannst persónulega ekki standa okkur nógu vel í byrjunleiksins en mér fannst að redda því alveg í að leiða leikinn. Eitthvað í leik Snæfells sem kom okkur á óvart? Nei, svo sem ekki. Þetta er bara það sem við gerðum ráð fyrir að setja leikplani upp með og við spilum bara ekki eftir okkar leikplani. Þannig að kannski var ekki að ganga upp hann í byrjun en við fundum okkur og spilum eftir gameplanin okkar og komum þetta. Úrslitaleikurinn staðreynd, hvernig líst þér á þetta svona rétt eftir þennan leik? Ógeðslega vel. Ég er mjög spennt og ég held að all liðið sé bara mjög spennt. Það voru margar að spila sem fyrsta leik í höllinni í dag eða við erum í fyrst skipti bara með lið í höllinni í dag og það er bara rosalega spennandi og lagt til að mæta hérna á laugardaginn aftur. Þú er einu svona áður verið í þessum búning í höllinni í úrslitaleik, það var á móti Keflavík 2013, nú að gera betur vendarlega. Heldur betur og já, við ætlum að taka leikinn á laugardaginn, það er okkar markmið. Hvað þýðir þessi sigur í dag fyrir bara Val sem félag? Það er bara frábært að við séum að halda uppi, við fórum í úrslitakeppni í fyrra og gott að við séum að halda áfram og kemur meiri svona áhugi fyrir körfunni innan félagsins og samstæðan í kvöld. Það var mjög margir valsarar og ég vona bara að það verði fleiri á laugardaginn og fáum vonandi fyrsta ártalið upp á vegg, marg umtalað ártal. Takk.